Ég kom hingað út af ég hef íslensku mamma sem heitir Sigrún Gröndal og hún fór til Gínu 98 og við varum rosalega góðir vinir og bara ég var alltaf að hjálpa henni og svona og hún kom hingað til Ísland 99 og segir frá mér svona frá fjölskyldunni sinni búin að heita drengir í Gínu mjög fínt og sætur strákur og mig langar að bjóða honum hingað að sýna honum fjölskyldan mínir og svona og komið hingað til að prófa í 3 mánuði og búin að enda í 18 mánuði, 18 ár. Hvernig fannst þér að koma til Íslands? Skrítið, kalt. Ég kom hingað í júlí og mér var rosalega kalt. Ég var að labba á Laugavegi með íslensku mamma mín Sigrún. Það var í júlí og ég var með húlpu og húfa og vellinga og fólki ég var með stuttbuxur og labba. Ég var þetta Kristján. Skrítið fólk hér. En það var mjög skrítið og bara allt saman. En núna bara allt fínt. Bara mjög ánægð að vera hér og fólki yndislega, bara gaman, bara alltaf búin að hjálpa til. Þú vissir það var sumar samt, það ekki? Jú, ég vissi það var sumar, en það var 15 gráður, það ekki neitt. Að vera aðeins svona 20-30, það þetta alveg saman. Ngulne Sheikh Ahmed Tidiane Bangura, keli lagine Conakry mbaremendine, mfa Islande 1999 nama, o naye funu solma sakana ya nabi. Þegar þú varst lítill og varst nú alast upp í Gínu, hvernig var bærinn þinn? Eða þú náttúrulega úr höfuðborginni, hvernig var svona hverfið þitt eða gatan þín? Bara mjög fínt og bara vera mikið úti. Bara skólan, heim, skipta fyrir og út. Spila fótbolta, drömma. Já, bara við alltaf leika úti. Þannig að hverfinu okkur var mjög fínt. Ekki neitt svona vesen. Það var allt, bara allir saman, allir vinna saman og gera hlutina saman, hjálpa til. Áttirðu marga vini? Já, marga vini, já. Og vita þeir eitthvað Ísland? Pínulítið. Hvað fannst þeim þetta þegar þú ákvaðst að fara til Íslands? Bara mjög skrítið, við byrja að leita á kortinu hvað Ísland. Og já, þetta var mjög skrítið. Eins og til dæmis ég ennþá svona að taka myndina og snjó, ef það koma snjó. Taka myndir og senda á Facebook og við finnst það rosalega skrítið og ég bara, já, svona við hér. Nú þeir vita pínulítið á Ísland, ég alltaf útskýra að tala meira Ísland, allt sem ég veit þannig að ég alltaf segja þeim frá þessu. Laka til að bjóða einhver tíma vinnu mín hér að sjá, kynna þeim nýtt landi mín. En hvað fannst þér snjóinn? Mjög skrítið. Fyrsta skipti ég sjá snjó það var Mývatn. Mývatnssveit, við fórum að spila fólk og ég og vinnu minni sem koma frá Gínu, við vorum 3. Og já, það var mjög skrítið að sjá snjó. En hvað með fjölskylduna þína? Hvað fannst þeim það að missa þig til Íslands? Þeir finnst bara ég myndi bara fara að læra eitthvað nýtt. Læra eitthvað nýtt menning, nýtt tungumál, bara vera með nýtt fólk, bara læra eitthvað nýtt. Hvað gera pabbi þinn og mamma? Mamma mín var líka að dansa með pappa í sama hópur og hætti hún að dansa. Hún bara heima og sjá heimili. Og mamma mín búin að koma hingað einu sinni og henni finnst líka bara fínt. Koma úr Afríku, koma að heita fólki. En samt hún kom svona ekki rétt tíma. Hún kom svona í desember, sem var ekki mjög gaman. Það var rosalega kalt. Það var mjög kalt, já. En
Já, svona það. Þannig að það hún veit nákvæmlega hvernig sonur hennar er gera hér. Ég veit að þú fórst með hann út af Bessastaði. Hún var bara, það heima í Forseti? Ég bara, já. Hún var í alvörunni, já, veitir, hvað lokkanni og svona? Við fyrir að, nei, við á Íslandi. Og hún finnst bara ótrúlega skrítin. Við getum koma Bessastaði bara að labba þarna og bara kannski banka, Forseti, hæ, what's up? Við getum kaffi, veist. Hún finnst bara ótrúlega skrítin. Hún samt anda að tala þetta. En þá tala Bessastaði og Forseta? Forseta, já. Það pínlítið öðruvísi varðandi forsetaembætti í Gíneu? Já. Það bara, já, þú bara kom ekki nálægt að forseti. Svona, eins og hér. Já. Og það bara nánast stríðsástand, það ekki í forsetakosningum? Já, í Gíneu, það bara, ef að koma forsetakosningu og eitthvað annan, það bara allt crazy. Allt vesen. Bara aftur það búin, 1 mánuð, 2 mánuð, bara allir aftur vinir og byrja aftur nýtt. Bara, já. Það mjög fínt að vera þarna og ekki stríð, ekki neitt, nema kosningu í gangi. Þessi tímabili, það bara allt. Það voru allt vitlaust? Allt vitlaust, já. Og það þá, þetta ekki sem sagt stjórnmála skoðanir eða svoleiðis, þetta ættflokkar? Ættflokkar sem já. Ættflokkar sem að í þessu. Hvað eru margir ættflokkar í Gíneu? Ég myndi reikna það vel, það svona 25. Já. Það 25. Og þinn heitir? Baga. Baga og mamma heitir Susu. Og mín heitir Baga og mamma Susu. Okay, þannig að þú fylgir pappa þínum en ekki mömmu þín? Já, ekki mamma, nei. Og hver munurinn á Baga og Susu? Baga þeir tala öðruvísi tungumál, Susu við tölum öðruvísi tungumál. Við tölum ekki sama tungumál, en samt við í sama landi. En einhver annar munur? Til dæmis Baga öðruvísi fólk á einhver? Nei, ekki öðruvísi, bara eins. En samt tungumál sem breytast og líka smá menning. Þessi Baga fólki þeir með sínt menning og Susu þeir líka með sínt menning. Og Fula fólki líka þeir með sínt menning. Og Malinge þeir líka með sínt menning. Þannig að bara svona. En það allt í lagi að Baga giftist Susu? Já, það allt í lagi. Baga giftist Susu, Susu giftist Fula, það allt í lagi. Það ekkert mál nema kosningar. Það vandamál. Hvernig var brúðkaupið ykkar? Það var bara yndislegt. Það var langt og svolítið erfitt, en þetta var alveg yndislegt. Fengum nokkra Íslendinga með okkur. Þau komu í brúðkaupið okkar sem hafa verið að dansa með okkur í Kramhúsinu. Og þetta var bara æðislegt, þetta var bara ævintýri í alla staði. Bara fyrsta daginn þá kom Baga people, ættbálkur hjá tengdapabba mínum, komu og voru að dansa fyrir okkur og með okkur. Svo kvöldið þá var dans sem heitir Sabar og það senegalskur dans og það var til 1 nóttina og svo bara var vaknað snemma morguninn og haldið áfram og þetta byrjaði á 50 og búið á laugardagskvöldi og þetta sem sagt á 50 og föstudeginum þá var hádegi upp úr hádegi var traditional wedding, það að hætt múslima. Og svo bara strax eftir þá var bara, það eins og svaramaður og brúðarmeyja hér, þá heitir hann Maren og Paren. Og Maren fyrir mig og hún á að sjá mig alveg fyrir brúðkaupið. Og það var bara strax eftir traditional wedding, þá var farið bara strax í bara manicure.
og hún bara fór með mig eitthvað niður í bæ og ég þekkti þessa konu ekki neitt. Hún er hérna inn í þeirra fjölskyldu en ég þekkti hann ekki. Var ein með henni bara allan daginn og svo daginn eftir þá var ég vakin upp eldsnemmi morgun og laugardagsmorguninn og farið í greiðslu og förðun og allt á sömu stofu og síðan vorum við gefin saman hjá Fógeta, eða svona eins og bæjar Fógeta hér og síðan var þetta var voða spes, þú veist, það voru allir Íslendingarnir hérna með alltaf og þau áttu að vera öll eins og síðan var farið bara í bílalest og var keyrt alla höfuðborgina og allir flautandi og þetta var svolítið svona öðruvísi. Svo var farið í einhvern garð, þar var myndataka, síðan var farið heim og þar var bara brúðkaupið og verið að syngja og við sátum hérna við eitthvað stór borð, þú veist, það gerist allt úti. Og síðan kvöldið þá var bara matarveisla sem að tengdamamma mín og konurnar í hverfinu voru bara búin að matreiða fyrir alla, bara matur fyrir alla og gos og áfengi og bara allt saman og síðan var bara partí kvöldið. Þannig að þetta er ekkert smáræðis. Þetta er smáræði að gifta sig í Gínu. Þetta rosaleg, já, þetta bara rosalegt. Þetta var svo gaman, en þetta samt rosalega erfitt. Þetta svo nýtt fyrir manni. Hér bara einn dagur og svo þetta bara búið. En þarna var bara næsti dagur. Hvað ertu að vinna? Ég að vinna te og kaffi og ég yfirmaður á framleiðsla te og kaffi. Búinn að vera að vinna þar í 8 ár og gengur bara mjög vel. Yfirmaðurinn er mjög fínt, gott fólk að vinna með mér og gengur bara allt vel. Og svo ertu líka að kenna þetta? Jú, ég að kenna trommu og dans líka, Ég er hérna í skólanu og já, gengur vel það líka, bara alltaf brjálæði að gera. Gera við trommuna, læra trommuna, skipta skinn á trommu og svona. Gengur allt saman bara vel. Viltu segja mér frá hljómsveitinni þinni? Bangura Band. Bangura Band er svona skemmtileg fólki sem ég hef vinnu með, krakkarnir. Þeir mjög duglegur og bara mjög ánægð með síðan ég kynnti fyrir 2013 og búinn að vera mjög fínt hjá okkur. Gengur bara vel, þeir tilbúin að spila meira og ferðast meira og bara gekk bara vel. Ég stofnaði þetta band til að prófa eitthvað nýtt. Íslandingar, afrískir bóðar, gerum eitthvað saman og bara, þetta kom bara mjög vel út. Við búin að fara útlandum og í Finnlandi 2014 og við að fara aftur núna þessi ári, smá túr þar og búin að gefa út plötu sem heitir Bangura Band og gekk bara mjög vel að selja og við að fara aftur í stúdíó núna í júni fyrir annar plötur okkar sem verður komin Ég myndi reikna með kannski í júli. Við nýjumanna band og gekk bara rosalega vel. Mjög ánægð með þessi krakkan, þeir ótrúlega duglegir og bara ég bara hlakka til alltaf að hitta þeim og gera meira með þeim og læra nýtt með þeim og svona. Og þið að fara til Finnlands, þegar? Já, við að fara til Finnland núna í júli og við að fara smá túr þar og svo enda við að spila í Vestafrika, Tampere. Og svo náttúrulega stóra hátíðin í haust. Og svo stóra hátíðin í haust sem Vestafrika, Reykjavík. En hvað með samskipti kynjanna? Var eitthvað sem þú þurftir sem kom þér á óvart þar? Já, raunar ekki, þú veist, konurnar ráða svolítið ríkjum í Gínu, finnst mér. Og það ráða svolítið miklu. Það það sem að ég sé muninn, sko. Og nú þetta múslimskt ríki þannig að það kannski
kemur nú einhverjum á óvart. Já, þetta kom mér mjög á óvart. Hvað þær eru svona, já, svona voldugar og þú veist, hvað ég að segja, þetta kemur mér rosalega óvart hvað þær ráða miklu. Ég hélt að það væri allt annað. Hentar það ekki ágætlega stelpu að norðan? Jú. Það hentar mjög vel. En það fjölkvæni leyft í Gíneu? Já, þú mátt giftast 4 konum. Það löglegt. En það gera það ekkert allir. Og þú kannski ekki alveg eins hrifin af því? Nei. Nei. En hvað kom þér mest á óvart? Manstu það? Náttúrulega bara eymdin, þú veist, bara fátæktin og það. Það náttúrulega sló mér rosalega. En samt bara, fólk ekki að spá í því. Þú veist, það eru allir glaðir. Þó ég búi í bara 30-40 fermetra íbúð, allir saman, þá eru allir svo hreinir og fínir og glaðir og ánægðir með sitt. Mér finnst það æði. Manni líður svo vel. Þú veist, mér líður rosalega vel að vera þarna. Þú labbar fólki, þú mætir fólki og það bjóða þér allir góðan daginn. Bara hver einasta mannskja með bros og vör. Það kom mér, sko, þú veist, rosalega óvart. Eins og hér eru við alltaf að kvarta og kveina og allt ómögulegt og eitthvað svona. En þetta gaf mér svo mikið að fara þarna út. Ég met lífið mitt svo mikið. Þú veist, maður á að njóta þess það sem við eigum. Hér höfum við rennandi vatn. Þú veist, hér höfum við heitt vatn. Hér höfum við rafmagn 24/7. Þú veist, það var ekki í Gíneu. Ég held ég nýbyrjaði að vera núna. En þessi 3 skipti sem ég fór, þá var bara stundum ekkert rafmagn í heilan sólarhring. Það bara kom rafmagn í einhvern smá tíma, svo fór það. Og í höfuðborginni. Og svo náttúrulega eins og ég segi, ekkert heitt vatn eða neitt svoleiðis, sko. Það var bara kalt vatn og það var þvegið öll föt á þvottabretti eins og í gamla daga. Engar þvottavélur og neitt. Svo þetta svolítið öðruvísi. Hefðirðu getað hugsað þér að verða eitthvað annað en trommari eða dansari? Áhuga mín bara, eins og ég núna að hugsa, bara vera að læra kvikmyndu, búa til tónlist og bara búa til stjórna svona myndir og leikstjóri eitthvað svoleiðis. Varstu fyrir einhverjum fordómum, fannst þér? Ég búinn að lenda 2 svar. Hér á Íslandi. Ég ger þetta bara eins og ég að sýta krem á mig. Þannig að ég búinn að lenda saman 2 svar. Það gengur bara mjög vel og enda vel, bara málið út. En af því það hef ekki búinn að lenda neitt. Bara vonandi verður bara áfram svona. Þannig að þetta leystist allt saman vel? Já. Ég búinn að kynnast marga Íslendingar sem mjög opin og mjög fínt og bara alltaf hjálpa til alltaf sína þessi svona, þetta svona. Það hjálpa okkur útlendingar. Ef við sjá Íslendingar lokaði, það finnst okkur ekki gaman að vera hér. Þannig þeir verður bara að vera opin fyrir okkur og sína okkur menningana sem þeir eru með og við sína líka Íslendingar menningana sem við erum komin með hinga.
reyna að læra hvort annan og hafa bara allir happy, glæðir. Það stendur mikið ævintýri framundan hjá okkur í haust. Já. Hvað þetta sem þið að fara að gera? Heyrðu, við erum að fara að halda Festafrika Reykjavík og við höfum gert þetta núna undanfarið ár. Þetta bara afrísk menningarhátíð og sem við erum að bjóða upp á hérna á Íslandi og við erum bara að kynna Íslendingum fyrir afrískri menningu í máli og myndum og dansi og tónlist og þetta verður, sko, við höfum alltaf verið bara með þetta 1 dag, núna við erum með alveg 3-4 daga og bara kynna Íslendingum fyrir og fleirum bara fyrir afrískri menningu. Við byrjaði þessu 2009 og bara alltaf kom eitthvað nýtt og bara í fyrra það var 1 band sem var komin og núna þess ári okkur langar aðeins að stækka hana pínu. Hafa svona fleiri band frá Afríku og kynna meira menning fyrir Íslandingar. Og bara ég með fína fólki sem að vinna með mér í þessu. Þeir frábæra, bara ég á ekki orð, bara mjög ánægð með þetta fólki og bara vona að þeir bara halda áfram með þetta og að kynna þessu menning. Við erum að fara í skólanu, leikskólanu, að sýna afrísku hljóðfæri og spila og kenna krökkunum drómu, söng og tala aðeins meira Afríka. Það verður líka matur og bara allt saman. Sem við erum að reyna að gera, kynna Íslandinga. Eins og ég var að segja, við viljum kynna Íslandinga og okkur vil líka Íslandinga kynna okkur menningana, íslensku menning. Það lærir við íslensku menning og Íslandinga lærir við líka afrísku menning. Ef þú ættir nú fengir að ráða bara svona í 1 ár á Íslandi, hvað myndir þú gera annað en að hækka hitastigið? Bara læra tungumál, betra, tala vel tungumál fyrst og læra íslensku matur og læra menning, dans eða íslensku söng, bara allt sem til að læra. En hvað myndir þú svo kenna okkur? Hvað þurfum við að læra af þér? Þið myndir læra afrísku mat til dæmis, hvernig maður elda matur og dans, drómu, söng, og saga Afríka, til dæmis landu mín, segja ykkur bara söguna frá hvernig, hvað við erum að gera, af hverju þessi hitti þessu, bara læra þetta með ykkur. Og sumir bara mjög duglegir að læra, ekki bara menning frá Gínu. Það við svo margir frá Afríku og fullt af Íslandingar búin að læra fullt af afrísku sem ópen. Og margir Íslandingar svo feimin, við höfum að gleyma þessu. Gleyma að vera feimin, ópen, læra, vera með. Við erum svo mikið á inni hérna, við erum alltaf inni. Gaman að vera úti, við gerum eitthvað skemmtilega saman, ekki bara, nei, þetta útlendingar, ég ekki fara að taka þátt með þessi útlendingar. Mér finnst svolítið mjög leiðilegt. Eins og til dæmis að sækja styrk og það gengur svo illa að því að við erum útlendingar. Mér finnst það bara ljótt. Allir bara játt og hjálpa til.
sem við erum að gera hérna, þetta bara nýtt. Þetta er ekki búin að vera hér á Íslandi. Nú við erum búin að flytja hingað og okkur langar að læra meira og sýna okkur líka. Þannig að þetta vanda pínu. Ef ég var Íslandingar, myndi bara laga það bara strax og vera bara open, why not? Bara vakna, gerum við það saman. Þarftu ekki bara frá Alþingi? Ég var að spá bara að frambúa mig í forseti. Já, en þú dörr nú seint. Ég er of seint og ég tók þátt næst. Jú, ég frá Húsavík var að frambúa. Það hljómar mjög vel. Já. Hefurðu einhvern tíma velti fyrir þér hvar þú væri staddur í heiminum ef þú hefðir ekki komið til Íslands? Ég myndi hugsa mig að vera í Bandaríkjunum núna ef ég hef ekki komið til Ísland. Og hvar í Bandaríkjunum? Hefurðu eitthvað? Bara rétt hjá pappa mín. Já. Já. Þannig að við erum heppin að þú skildi koma hingað. Já, og ég er líka mjög heppin að vera hér og mjög ánægður að vera hér. Og ég held að ég verður bara áfram hér. Ég fer ekki neitt annan. Skiptir ekki máli hvað þetta er erfitt, hvað er gott eða ekki gott. Við görum þetta saman og lögum þetta saman. Við erum Íslandingar, við kunnum þetta. Að dansa eftir þessu lagi dásamlegt ef dálítið ég kenni þér. Þú æfir þig bara þar sem enginn sér og apar þetta eftir mér. Haltu höndunum úr